Góðan daginn, ég set hér fund bæjarstjórnar númer 46 með haldin í bæjarstjórnarsal 5. 27. mars 2026 og hófst hann klukkan 16:11. Fundin sitja hérna Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Kristján Hildibrandsson, Viktoría Líf Valdimarsdóttir og svo sem hér stýri fundi, Hrafnhildur Halldórsdóttir. Hér er einnig Jakob Björgvin Jakobsson, bæjarstjóri, Jón Sindri Emilsson sem að sér útsendingu af málin og Gyða Steinsdóttir sem að rita fundagerð. Býð ykkur velkomin og langar að byrja því að bera upp tillögu að eftirfarandi mál verði tekin að dagskrá fundar sem afbrigðum. Þetta er mál númer 26.03.021, skip númer 1844, forkaupsréttur sveitarfélagsins. Hverju eru samþykkið því að taka þetta mál inn með afbrigðum? Og það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til dagskrá. Þetta mál verður sett inn sem mál númer 21 á dagskrárfundarins sem að við skulum þá ganga til dagskrá en þarna á fundinum eru 22 dagskrárliðir. Fyrsta mál er fundagerð 7. fundar safna- og menningarmálanefndar, lögð hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 1. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2, ungmennaráð, fundagerð 10. fundar ungmennaráðs, lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 3, fundagerð skipulagsnefndar frá 40. fundi nefndarinnar, lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4, fundagerð 42. fundar bæjarráðs, lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 5, umsókn lóð á Hamrendum, hún lögð hér fram vegna fyrirhugaðra höfuðstöðva BB og Svona EHF á Hamrendum. Afgreiðslu umsóknarinnar var frestað þar til endanlegt deiliskipulagi fyrir og deiliskipulagssvæðisins hefur nú verið samþykkt af hálfu bæjarstjórnar og fengi lögbundna umfjöllun af hálfu skipulagsstofnunar. Mál var lagt fram á 42. fundi bæjarráðs og þá var einnig lagt fram bréf frá BB og Sonum EHF þar sem félagið dregur umsókn sína lóð á Hamraendum tilbaka og í bréfinu kemur fram að ákvörðun sé tekin í ljósi áforma innviðaráðherra að fella brott skel og rækjubætur og þeirra óvissu sem þau áform skapa rekstrarforsendur félagsins. Bæjarráð tók undir að sé að ræða alvarlega stöðu sem upp er komin og harmaði að forsendur hafi breyst með þeim hætti að félagið sjá sér ekki fært að halda áfram með fyrirhuguð uppbyggingar áform í sveitarfélaginu svo stöddu. Þetta er lagt fram til kynningar og orðið laust undir lið 5. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 6, fundagerð sambands íslenskra sveitarfélaga. Þetta er fundagerð frá fundi 993 frá 18. febrúar 2026, lagt fram til kynningar og orðið laust. Og enginn kveður sér hljóðs. Liður 7, viðhorfskönnun meðal starfsmanna sveitarfélagsins. Hér er lagðar fram niðurstöður viðhorfskönnunar sem lögð var fyrir starfsmenn sveitarfélagsins með það markmiði að mæla viðhorf og starfsánægju starfsfólks sveitarfélagsins. Fulltrúar attendus komu til fundar á 42. fundi bæjarráðs og gerðu grein fyrir niðurstöðum úr viðhorfskönnuninni. Bæjarráð lýsti ánægju sinni með jákvæða niðurstöður úr starfsmannakönnun sveitarfélagsins og þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið laust undir lið 7. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 8, samþætting skólastarfs, samrekstur grunnskóla og tónlistarskóla Stykkishólmsbæjar. Lagt hér fram minnisblað skólastjóra og tillaga vegna auglýsingar og stöðu stjórnanda við tónlistarskóla Stykkishólms. Bæjarráð samþykkti tillöguna á 42. fundi sínum og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið laust undir lið 8. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Liður 9, sögu og menningararfur í Stykkishólmi, menningartengd ferðaþjónusta. Hér er lögð fram lokagögn vegna hönnunar sögu og gönguleiðar Hjallatanga og Búðarnes. Verkefni á sér nokkra forsögu en það byggir á vinnu sveitarfélagsins frá árinu 2019 eflingu áttavafræðslu, sýnileika sögunar
og þróun menningartengdrar ferðaþjónustu. Í framhaldi af þeirri stefnumótun var sótt og fékk styrkur til hönnunar verkefnisins á árunum 2021-2023. Verkefnið hefur unnið í samstarfi við Minjastofnun Íslands og snýr að því að bæta aðgengi, stýringu og miðlun sögu svæðisins sem er ríkt af menningarminjum og tengist upphafi verslunar í Stykkishólmi. Markmið verkefnisins er að gera svæðið aðgengilegra fyrir íbúa og gesti, styrkja útivist og náttúruupplifun og miðla sögu og menningararfi með vönduðum hætti. Samkvæmt framlagðri hönnun er gert ráð fyrir göngulöðum, áningastöðum, útsýnisstöðum og fræðsluskiltum þar sem leitast er við að lágmarka rask á landi og láta mannverki falla sem besta náttúru og minjum svæðisins. Verkefnið er hugsað í áfangum þar sem hönnun er fyrsta skref en framkvæmd stigagerðar og uppsetning miðlunar efnis næstu skref. Jafnframt liggur fyrir kostnaðarnálgun vegna framkvæmda þar sem heildarkostnaður við uppbyggingu áningastaða, stíga, mannvirkja og skiltagerðar er áætlaður 45 til 50 milljónir króna eftir útfærslu og áfangum. Bæjarráð óskaði á 42. fundi sínum eftir áframhaldandi samstarfi við Minjastofnun verkefnið með það markmið að tryggja að næstu áfanga verkefnisins fá framgang á landsáætlun uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 9. Engin kveðst ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samlega. Það er komið lið 10, Stykkishólmur í sókn, þekkingarnet Breiðafjarðar. Bæjarstjóri gerði á 42. fundi bæjarráðs grein fyrir stöðu verkefnisins þekkingarnet Breiðafjarðar í kjölfar fundar með verkefnisstjóra og framkvæmdastjóra SSV. Bæjarráð fól bæjarstjóra og verkefnisstjóra að vinna gerð í viljayfirlýsingar milli sveitarfélaga og menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra verkefnið og í framhaldinu kallað verið til fundar með sveitarfélögum í kringum Breiðafjörð. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 10. Engin kveðst ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samlega. Liður 11 húsnæðisáætlun sveitarfélagsins sem er lögð hér fram fyrir árið 2026. Bæjarráð vísaði á 42. fundi sínum húsnæðisáætlun sveitarfélagsins 2026 til samþykktar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 11. Engin kveðst ljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi drög og felur bæjarstjóra umboð til að ganga frá endanlegri áætlun í samráði við oddvita beggja lista. Hverju er samþykki þessu? Og það er samþykkt samhliða. Liður 12 fjárhagsáætlun sveitarfélagsins Stykkishólms 2026 til 2029. Hér er lögð fram 2 erindi skólastjóra þar sem óskað er eftir breytingum á fjárhagsáætlun vegna annars vegar tækjakaupa og hins vegar aðbúnaði skóla. Bæjarráð samþykkti á 42. fundi sínum erindi skólastjóra og vísaði málinu til endanlegrar afgreiðslu í viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2026 og til vinnu við gerð fjárhagsáætlun 2027. Orðið er laust undir lið 12. Engin kveðst ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samlega. Þá kom að lið 13, sala á húsnæði á Skúlagötu 9. Hér er lagt fram formlegt kauptilboð í íbúð 211 á Skúlagötu 9. Bæjarráð samþykkti á 42. fundi sínu fyrirliggjandi kauptilboð og afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 13. Engin kveðst ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs, hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 14, sjávarútvegsstefna og skelbætur. Lagt er fram frumvarp innviðaráðherra til laga breyting á lögum númer 116 frá 2006 stjórn fiskveiða, sértækar ívilnanir og jöfnunarheimild. Þar sem að lagt er til að fella brott línuívilnanir og skil og rækjubætur. Þá er lögð fram ályktun stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi vegna málsins og afturköllun lóðarumsóknar á Hamrandum vegna áforma innviðaráðherra skelbætur. Bæjarráð Stykkishólms tók á 42. fundi sínum undir ályktun stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi skelbætur og línuívilnun og leggst eindregið og hart gegn fyrirliggjandi frumvarpi innviðaráðherra. Bæjarráð taldi að fyrirhuguð lagabreyting muni hafa veruleg neikvæð áhrif á atvinnulíf, byggðafestu og tekjustofna sveitarfélagsins verði hún að veruleika.
Verði frumvarpið að lögum getur það haft grafalvarleg áhrif á sveitarfélagið og aukið verulega hættu á að starfsemi sem byggir meðal annars á skelbótum leggist af í sveitarfélaginu. Bæjarráð benti á að neikvæð áhrif áformanna eru þegar farin að koma fram og vísar í því sambandi til bréfs BB & Svona IHF, dagsettu 18. mars 2026, afturköllun lóðarumsóknar á Hamröndum þar sem fram kemur að félagið sjá sér ekki fært að halda áfram með fyrirhuga byggingaráform í sveitarfélaginu vegna þeirrar óvissu sem skapast hefur vegna áforma innviðaráðherra. Bæjarráð skoraði á ríkisstjórn, sér í lagi innviðaráðherra og Alþingi að falla frá frumvarpinu og hefja raunverulegt samráð við sveitarfélög og atvinnulíf framtíð fiskveiðistjórnarkerfisins með það að markmiði að tryggja fram byggðafestu, stöðugleika og fjölbreytt atvinnulíf á landsbyggðinni. Bæjarstjórn Stykkishólms lýsir yfir þungum áhyggjum af fyrirliggjandi frumvarpi innviðaráðherra til laga breytingu á lögum stjórnfiskveiða nr. 116/2006 þar sem lagt til að fella niður línuívilnun og skil- og rækjubætur. Bæjarstjórn tekur undir og staðfestir ályktun bæjarráðs þar sem skorað á ríkisstjórn, sér í lagi innviðaráðherra og Alþingi að falla frá frumvarpinu. Bæjarstjórn tekur sérstaklega undir að verði frumvarpið að lögum geti það haft grafalvarleg áhrif á sveitarfélagið og auki verulega hættu á starfsemi sem byggir meðal annars á skelbótum leggist af í sveitarfélaginu. Áformin eru þannig til þess fallin að veikja rekstrargrundvöll sveitarfélagsins og þar með samfélagsins í heild. Sjávarútvegur hefur lengi verið hryggjarstykkið í atvinnulífi Stykkishólms og stór hluti útvarpstekna sveitarfélagsins og annarra tekna kemur frá starfsemi sem reiðir sig á skelbætur. Bæjarstjórn bendir á að gróft á litið sé að ræða hátt í 100 störf sem eiga sér hér beint og óbeint undir þeirri starfsemi sem reiðir sig á skelbætur. Þannig má ætla að áhrif nái til 200 einstaklinga í sveitarfélaginu, þar af fjölda barna eða 15% íbúa sveitarfélagsins. Bæjarstjórn minnir á að hún hefur ávallt og ítrekað lagt þunga áherslu á mikilvægi skelbáta fyrir atvinnulífi Stykkishólmi og þar með samfélagi heild. Hér að ræða grundvallar þátt við að tryggja starfsemi fyrirtækja í Stykkishólmi sem stunda útgerð og fiskvinnslu í bænum og hafa byggt starfsemi sína á þeim aflaheimildum sem skelbótum hafa fylgt. Bæjarstjórn telur að verði frumvarpið að lögum muni það koma til með að hafa verulega neikvæð áhrif á atvinnulíf, byggðafestu og tekjustofna sveitarfélagsins og sé með því með öllu óásættanlegt. Þrátt fyrir ítrekaðar ábendingar og beiðnir samráð við bæjarstjórn vegna skelbóta hefur slíkt samráð ekki á sér stað þar sem Bæjarstjórn telur alvarlegt í ljósi þess að hér mikilvægasta byggðamál sveitarfélagsins að ræða. Þá skýtur það skökku við að frumvarpið komi fram í kjölfar þess að stjórnvöld hafa skert skelbætur umtalsvert síðastliðin 2 ár, þar sem bæjarstjórn hefur ítrekað kallað eftir að verði leiðrétt, en í stað þess að leiðrétta þá skerðingu þvert á móti lagt til að afnema skelbætur. Framkomið frumvarp því eins og blaut tuska í andlitið á samfélaginu hér í Stykkishólmi. Bæjarstjórn bendir jafnframt á að neikvæð áhrif áformanna séu hér þegar farin að koma fram. Í því sambandi vísa til afturköllunar lóðarumsóknar og uppbyggingar áforma í sveitarfélaginu vegna þeirra óvissu sem skapast hefur. Þetta vísbending að áformin séu þegar byrjað að hafa neikvæð áhrif á atvinnuuppbyggingu í sveitarfélaginu. Bæjarstjórn tekur að lokum heilshugar undir ályktun stjórnar samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi málið og áréttar að fyrirliggjandi frumvarp gangi þvert gegn hagsmunum sjávarbyggða. Bæjarstjórn skorar á ríkisstjórn og Alþingi að falla frá frumvarpinu í núverandi mynd og hefja þegar í stað samtal og samráð við sveitarfélög og atvinnulíf með það markmiði að tryggja áframhaldandi stöðugleika, fyrirsjáanleika og byggðafestu í sjávarbyggðum. Orðið laust undir lið 14. Hverjir eru samþykkir þessari ályktun bæjarstjórnar? Og það samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 15. Klapparás deiliskipulagsbreyting. Hér er lögð fram tillaga breyting og deiliskipulagi Klapparás, verslun og þjónusta, lóð 3, hleðsluinnviðir. Óskað eftir að fá að auglýsa tillöguna breytingu samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga.
Á 40. fundi skipulagsnefndar var lögð fram að nýju tillaga breytingu á deiliskipulaginu. Þá voru lögð fram gögn sem borist hafa frá Atlansolíu þar sem óskaði eftir að stækka lóð Atlansolíu á kostnað lóðar 3 og koma þar fyrir hraðhleðslustöðvum og bílaþvottastöð. Skipulagsnefnd lagði til að ræða við ON varðandi aðstöðu á lóð 3 eftir breytingu. Skipulagsnefnd fól skipulagsfulltrúa að ræða við Instavolt staðsetningu og útlit stöðva í miðbænum. Með vísan til framaritas og fyrirliggjandi gagna fól skipulagsnefnd skipulagsfulltrúa að uppfæra deiliskipulagsbreytinguna með tilliti til nýrra gagna og umræðna á fundum. Bæjarráð tók á 42. fundi sínum jákvætt erindi Atlansolíu og lýsti yfir áhuga á stækkun lóðar fyrir hraðhleðslustöð og bílaþvottastöð í samræmi við fyrirliggjandi erindi. Varðandi lóð 3 taldi bæjarráð að skoða ætti 2 möguleika við vinnslu deiliskipulagstillögu, annars vegar með hraðhleðslustöðvum og hins vegar byggingareit fyrir þjónustu og atvinnuhúsnæði. Bæjarráð vísaði öðrum tillögum uppbyggingu hraðhleðslustöðva til áframhaldandi vinnslu á sveitarfélaginu samanber orkuskipti í samgöngum, málsnúmer 26042 og bæjarráð staðfesti að öðru leyti afgreiðslu skipulagsnefndar. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 15. Enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá kom að lið 16 söguskilt miðbæ Stykkishólms við bókhlöðu Höfða. Fyrir rúmu ári síðan fékk Anna Melsteð styrk frá listamenningarsjóði sveitarfélagsins Stykkishólms vegna sögumiðlunar miðbæ Stykkishólms. Lögð er fram tillaga Önnu að söguskilti gamla miðbæinn sem óskar eftir að fá að setja það upp á bókhlöðu Höfða. Skipulagsnefnd samþykkti á 40. fundi sínu fyrir sitt leyti að setja upp söguskilti við bókhlöðu Höfða en gerir ráð fyrir að efnisatriði skiltisins fái umfjöllun í safna- og menningarmálanefnd eða bæjarstjórn. Nákvæm staðsetning skiltis skal vera í samráði við skipulagsfulltrúa. Bæjarráð staðfesti á 42. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 16. Og enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Þá kom að lið 17 orkuskipti í samgöngum, hraðhleðslustöðvar. Lögð eru fram drög að samningnum við orkusöluna og Tesla ásamt skýringarmyndum vegna hraðhleðslustöðva. Þetta er tungubrjótur þetta orð, hraðhleðslustöðva. Bæjarráð samþykkti á 42. fundi sínum fyrirliggjandi samninga gegn því að skipulagsfulltrúi samræmi gjaldtöku vegna stöðvana. Bæjarráð samþykkti jafnframt fyrirliggjandi tillögur að uppsetningu hraðhleðslustöðva í sveitarfélaginu með fyrirvara endanlega staðfestingu af hálfu skipulagsnefndar. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 17. Enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 18 erindi frá Markaðsstofu Vesturlands. Lagt er fram erindi frá Markaðsstofu Vesturlands sem vegna almyrkva á Vesturlandi vill kanna möguleika á því hvort landeigendur geti sett upp tímabundin tjaldsvæði í ágúst í almyrkvann. Bæjarráð samþykkti á 42. fundi sínum aðkomu sveitarfélagsins að þessu verkefni og afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 18. Enginn kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19 samkomuhúsið í Stykkishólmi við aðalgötu 6. Lagðar eru fram niðurstöður loftgæðamælinga í samkomuhúsinu í Stykkishólmi. Bæjarráð lýsti á 42. fundi sínum ánægju yfir jákvæðum niðurstöðum og fól bæjarstjóra að senda niðurstöðunar til aftanskins. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð hér fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 19. Ragnar Már bæjarfulltrúi Ýlista gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Hér til umræðu sýnataka sem að fyrirtæki DISACT hafði framkvæmt fyrir bæinn 13. til 15. mars síðastliðinn. Það var í samningnum, meðal annars samningsdrögunum og held ég í endalum samningi við Aftanskin að það yrði fenginn óháður aðili til að taka út stöðuna á húsinu. Og við setjum nú stórt spurningamerki við það að DISACT sem nú þegar í viðskiptum við okkur sér að sótthreinsa húsið hérna á Aðalgötu, tekur sýnin. Við teljum að þetta sé nú ekki teljist nú varla að vera óháður aðili. Það verður annað ef Efla verkfræðistofa eða eitthvað álíka hefði komið að verkefninu og það svona spurning hvernig á að vinna málið í framhaldi á að koma reglulega þarna inn og hreinsa húsið. Já, það er við höfum svo sem farið yfir þetta og sagt alveg okkar skoðun á þessu en ég tel að þetta teljist ekki vera óháður aðili nema síður sé og nú þegar í viðskiptum við okkur eins og við sögum. Við ætlum að koma með bókun við þetta. Hún er svohljóðandi: Við teljum að hálistinn sé ekki að leysa vandann í samkomuhúsinu heldur að mála yfir hann. Verksýn verkfræðistofa mat húsið árið 2021 í mjög slæmu ástandi með fúa og myglu í klæðningu og burðargrind og taldi heppilegast að rífa húsið og byggja nýtt. Sama ár voru tekin með myglusýni úr húsinu og voru 3 sýnanna rauðmerkt sem sýndu mikla myglu með skaðlegum sveppum. Einnig taldi Heilbrigðiseftirlit Vesturlands í sinni umsögn að húsið væri ekki hæft til notkunar fyrir starfsleyfisskylda starfsemi eða annað samkomuvald. Nú reynir hálistinn að fegra stöðuna með loftmælingu á aðeins 2 stöðum í húsinu en slík mæling afsannar hvorki skýrslu verksýnar frá 2021 né að það sé mygla í veggjum. Einnig er tekið fram í loftgæðamælingum sem fyrirtæki DISACT vann fyrir sveitarfélagið 15. til 13. mars síðastliðinn að engin merki sé sveppavöxt í rýmunum né lærliggjandi byggingarhlutum. Við teljum útilokað að hægt sé að fullyrða þetta þar sem að mælingi stóð aðeins í 2 daga og var framkvæmt eftir að allt húsið var málað innan og viku eftir að DISACT hreinsaði það með gufu. Í samningi sem gerður hefur verið við Aftanskin tekið skýrt fram að óháður aðili skuli fengið til að meta ástand hússins. Hæpið að kalla DISACT óháðan aðila þar sem þeir eru nú þegar í töluvinni viðskiptum við sveitarfélagið, meðal annars við eftirlit og hreinsun á tónlistarskólanum og hafa því beinan hag af þessari lausn. Því teljum við að það ætti frekar að leita til álits óháðs aðila eins og Eflu eða Verkvistar sem meðal annars hafa sérhæft sig í svona ástandsskoðunum. Einnig teljum við að leita ætti annarar umsagnar Heilbrigðiseftirlits Vesturlands áður en húsið tekið í notkun. Við bendum á að safna- og menningarmálanefnd var með samkomuhúsið í faglegri meðferð og var með áætlun að halda íbúafund framtíða nýtingu og endurbyggingu hússins sem var slegin út af borðinu og vísu við til bókunar íbúalistans á 7. fundi safna- og menningarmálanefndar þann 25. febrúar 2026. Við gerum jafnframt alvarlegar athugasemdir við að Aftanskin og golfklúbbnum hafi verið hleypt inn í húsið til að byggja upp milliveggi, setja upp gólffermi og koma húsnæðinu í nothæft ástand eins og það er kallað áður en lág fyrir samþykki bæjarstjórnar framkvæmdina en slík stjórnsýsla ekki samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Til að taka af allan vafa þá viljum við ítreka það sem við höfum áður sagt að við styðjum ýmiss konar félags- og íþróttastarfi í bænum en teljum að samkomuhúsið við Aðalgötu 6 sé alls ekki heppilegur staður fyrir slíkt starf. Og undir þetta rita Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson og Kristján Hildebrandsson. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Orðið er laust undir lið 19. Engin hversu ljós. Fyrirgefðu Steinunn. Steinunn Ingibjörg. Já. Við tökum þá fundalið frá útsendingum.
Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring.
Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju,
heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika
í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tíman svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn. Við höldum þá áfram eftir stutt hlé og ennþá á lið 19 samkomuhúsið í Stykkishólmi.
í aðalgötu 6 og orðið er laust undir lið 19. Steinunn Ingibjörg bæjarfulltrúi Hálfstað, gerðu svo vel. Fundarstjóri og aðrir fundarmeðlimir. Ég vil nú byrja á því að segja það að ég vil bara árétta það að við erum ekki að mála yfir neitt vanda þó að það sé höfðað til ýmis í bókuninni varðandi það hjá í-listanum. Það vorum ekki við sem máluðum þarna en við allavega viljum styrkja einstaklingsframtakið og okkur langar að koma með smá bókun hérna til að bregðast við bókun í-listans í þessu máli og bókunin er eftirhljóðandi. H-listinn hafnar því að hér sé ekki óháðan aðila að ræða þó að þeir hafi starfað fyrir sveitarfélagið í einstaka verkefnum. Við bendum á að það hefur Efla líka gert auk fjölda annarra fyrirtækja. H-listinn harmar að verið sé að efast og draga úr heilindum fyrirtækisins sem starfað hefur fyrir fjölda sveitarfélaga og ríkisstofnana. Það má alveg skoða síðar hvort vert sé að fá aðra aðila að verkinu ef ástæða þykir til þess. H-listinn hafnar því að framkvæmdin hafi farið gegn sveitarstjórnarlögum enda er þar órökstudda fullyrðingu að ræða. Að öðru leyti vísum við í fyrri bókun okkar vegna málsins og bendum á að hér er verið að greiða atkvæði afgreiðslu bæjarráðs sem að lýsti ánægju sinni með jákvæða niðurstöðu sýnatöku. Og undir þetta rita Þórhildur Eyþórsdóttir, Viktoría Líf Valdimarsdóttir, Hrafnhildur Hallvarsdóttir og svo sem hér stendur Steinunn Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta Steinunn og orðið er enn laust undir lið 19. Haukur bæjarfulltrúi í-lista, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það aðeins að fá að bregðast við þessu. Myndlíkin að mála yfir var náttúrulega til staðar þarna. Við vorum ekki að segja að H-listin hefði farið niður eftir að mála klárlega ekki, en það var heimilað að það væri að fara að stað í þetta. Með það að draga úr heillöndum sagt, þetta kannski líka að forminu til þannig að þeir náttúrulega hafa verið að vinna fyrir ykkur, hafa margir unni fyrir ykkur og það er til með það. Hvernig þeir unnu þetta, ég er ekki að segja að það hef ekki verið farlegt, þeir fóru og þeir gerðu það sem að beðið það er að segja að beita þessari þokun á rýmið og svo mældur viku seinna. Það er þeirra hagur auðvitað að þetta rými sé fari í gang því að það er alveg vitað að það þarf að gera þetta reglulega og að halda þessu rými einhvern veginn lifandi. Niðurstaðan er líka bara byggð því að þarna er nýbúið að hreinsa allt rýmið og líklegt er að það finnist ekki neitt. Bara mjög líklegt og þeir setja þessa könnun í gang og hún er keyrð, gögnin er örugglega rétt og allt það. En hins vegar er bara spurning hvort að hér hefði mann ekki einmitt að staldra við að segja er rétt að gera þetta svona. Það má líka spyrja sig af hverju var ekki gerð rannsókn á þessu áður en það var tekið og sett þokun á allt rýmið. Var ástæða til þess að fara í þetta? Er kannski allt í lagi þarna áður? Auðvitað höfum við skýrslur þar undan sem segja að það segja ekki. En þetta er náttúrulega kannski svona liggur þannig að ég myndi segja að þetta er bara aðgerð sem er sett fram til þess að koma þessa niðurstöðu. Og hún myndi alltaf koma þessa niðurstöðu því það er búið að hreinsa allt rýmið í spað. Og það þarf þá að líða lengri tími til þess að gera þetta. Þannig að þetta er svo leysi. Ég varðandi ánægði bæjar þessu niðurstöðu, þá vil ég bara taka það fram að ég er 1/3 í bæjarráði og ég var ekki sáttur við að við færum þessa leið með þetta. Mér finnst bara þegar varðar heilsu fólks að þá eigum við að vanda okkur betur eftir þetta. En það er áhætta í þessu. Það er alveg ljóst að það er mygla inn í veggjum. Húsið er ennþá þannig og það hafa önnur sveitarfélög rifið heilu skólana af því að það er mygla inn í veggjum. Þannig að mér finnst þetta vond niðurstaða og þá kem ég að því sem að er að það hafi ekki verið farið til sveitarstjórnarlögum. Ég er alveg á því að það var ekki farið til sveitarstjórnarlögum. Því sveitarstjórnarlög kveða skýrt á það
að þegar menn eru með svona verkefni þá á að fjalla það í bæjarstjórn, taka ákvörðun og svo hefja framkvæmdir. Ég veit að það var byrjað löngu áður en við vorum búin að taka þessa ákvörðun. Á fyrsta bæjarráðsfundi þá lýsti ég yfir efasemdum það að þetta væri rétt leið. Við ræddum svo sem leiðir líka hvernig á að gera þetta. Þetta mjög skemmtilegt verkefni og gaman að geta tekið þátt í svona. Það mjög leiðilegt að við fáum svona tvist á það með fara svo fram úr sér að þetta stenst ekki sveitarstjórnarlög sem ég tel að sé alveg klárt mál. Þegar við ákveðum verkefni þá eigum við að taka ákvörðuna fyrst, þá ekkert að byrja á neinu, engir fjórir, hvernig sem sá meirihluti myndar í bæjarstjórn, geta tekið ákvörðun sem við erum sammála að gera þetta og við skulum bara byrja. Sveitarstjórnarlög kveða á það að það á að taka ákvörðun. Og ekki nóg með það með byrji, menn þurfa líka að vera búin að taka frá fjármagni í þetta. Það hefur tekið frá fjármagni í það sem var kallað hjá okkur, held ég, Jónshús, upp á 2,5 milljón. En það var ekkert ljóst að það ætti að fara niður í samgönguhús. Það var bara verkefni sem við vildum leysa til þess að koma að þessu, hafa eitthvað fjármagn í það og það má kannski segja að það sé til 2,5 milljón í það sem var gert þarna. Ég veit ekki hvað þetta kostaði, það hefur ekki verið gefið upp. Kannski verður bara mjög skemmtilegt að fá það uppgefið. Ég veit að til dæmis starfsmenn Áhaldhússins hafa verið að vinna þarna og það er einhver tímar þar sem að telja til og þarf að finna hvað það kostar. Og þetta er samt þannig að þó svo að það sé undir 2,5 milljón þá er búið að opna þetta hús og kannski þarf að fara miklu lengra. Ef það er ekki nógu gott eins og það þá er að fara í einhverja framkvæmdir og þá er það risastór pakki og það er ekki áætlun hjá okkur, ekki fyrir þetta ár og það er ekkert að segja að það sé heldur í langtíma áætlun sem er til 4 ára. Það er tekið frá smáfjármagn 28 og 29, ég man ekki hvort það er 5 eða 10 milljón eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta eru risapeningar sem kostar að fara að gera þetta hús og auðvitað ætlum að nota eins og kannski þetta var í ferli hjá Safna- og menningarmálanefnd að hafa íbúar fundur hvað viljum við gera með þetta hús, það ætti auðvitað að taka það ákvörðun fyrst að mínum mati. Þannig að ég lít þannig að það var ekki að fara að setja lögum og ég sé ekki ástæð til heldur af hverju þurfti að byrja strax á verkinu þegar húsið er búið að standa eitt í 4 ár, 5 ár, ég man ekki eins og hvernig það fór, við tókum úr notkun. Og líka það að því að það er tekið úr notkun á grunni skýrslu frá verksín og líka á grunni skýrslu frá heilbrigðiseftirlitinu, þá finnst mér að það eigi að koma þá tilbaka og reyna að spyrja áður við byrjum hvort þetta væri eitthvað vitar en að fara að gera þetta svona. En við þurfum þá að fá skýrslu frá aðila sem fer í sjónskoðun og skoðar inn í veggi og fleira, af því að það er mikla í húsinu er eitthvað vitið að gera þetta, fá eitthvað álit frá einhverju sérfræðingi í því hvort þessi viti að halda áfram að vera í þessu húsi með miklu inn í veggjum, þó svo að sé búið að hreinsa rými sjálft. Og einnig finnst mér að heilbrigðiseftirlit Vesturlands eigi að koma og taka út húsinu áður en við setjum það í gang. Mér langar aðeins líka að koma inn á í sambandi við þetta fyrirkomulag sem er sett á núna, það er aftanskinn fær húsið frítt til afnota og auðvitað er við með kostnað á húsinu. Ég reikna með að við þurfum að bóka þennan kostnað og hann verður að koma sér styrkur til aftanskins. Það er búið að gera sem samning við aftanskinn, það er engin samningur við golfklúbbinn. Og ég spyr á hann að vera svoleiðis, á ekki að gera samning við golfklúbbinn, á hann bara að vera hérna inni á vegum aftanskins og bera aftanskinn þá ábyrgð á golfferminu. Ég reikna með að golfferminu fari þarna í gang, þannig að ég spyr líka ef þeir ætla að rukka fyrir sína þjónustu það sem að venjulega gert með svona golfherma, þá vantar að þurfa að hafa rekstraleyfi. Og aftur er það þá í rauninni í ábyrgð hjá aftanskinn en ekki hjá golfklúbbnum. Mér finnst eðlilegt að ef að þetta hús á að opna svona, þá þurfa að gera samning við báða aðila. Ég held að það sé miklu eðlilegra að golfklúbburinn þá beri ábyrgð á sínu rými og sé með það undir í samningum það sem sagt og beri ábyrgð á sínu hluta. Og þá þurfa þeir væntanlega að fá rekstrarleyfi líka og það er að taka það þá vel út. Ég ætla að láta þetta nægja að svara þessari bókum frá okkur og þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Minni á að liður 19 snýr að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs sem að lýsti yfir ánægju með jákvæðar niðurstöður á loftmælingum. Umræðan er komin hérna út Móa og Mela. En
En við skulum líka muna það að þeir sem að eru í aftanskinn, þarna fullt af fagfólki sem að kann alls konar og við skulum ekki gera lítið úr því. Minna á að þau þekktu samningin sem að, ekki samningin, niðurstöður af þessi tilvorum húsið. Þannig að við skulum ekki glemma því. En orðið ennþá laust undir lið 19 og Jakob Bæstar, gerðu svo vel. Forseti, þessi umræða eins og forseti nefndir hefur svona farið víða völl og hluta til náttúrulega umræðan samningin sem var samþykktur á síðasta bæjarstjórnarfundi. Ég ætla aðeins að koma inn á tvennt, það annars vegar tæknilegar útfærslur í samningi og tengsl við golfklúbbinn. Og síðan hvort það hafi verið brot á stjórnsýslulögum eða sveitarstjórnarlögum í málsmeðferð sveitarfélagsins. Kannski þessi tveir þættir sem ég ætla að koma inn á. En áður en ég byrja á því að þá vil ég nota þetta tækifæri hér og þakka fulltrúum frá aftanskinn og öðrum sem fyrir þeirra frumkvæði og kraft sem hefur komið þeim í tengslum við þetta verkefni. Þetta verkefni hefði ekki orðið að veruleika ef það er ekki fyrir þetta frumkvæði þeirra og auðvitað hefur þetta hús gegnt mikilvægu samfélagshlutverki fyrir okkur í Stykkishólmi langa hríð, var byggt fyrst sem samkomuhús 1901 og margir bera mikla tilfinningu til húsins og þess vegna vilja margir leggja sitt af mörkum til að koma húsnæðinu aftur í notkun. Með þessu er ég ekki endilega að gagnrýna viðhorf ílistans nokkuð nátt. Ég er bara að nefna þetta að það er skiljanlegt að fólk vilji leggja sitt af mörkum og koma húsnæðinu í notkun og það er mikilvægt að við berum virðingu líka fyrir því. Varðandi sveitarstjórnarlögin og brot á sveitarstjórnarlögum, þá snýst þetta kannski bara túlkun á því hvað felst í fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins var það nákvæmlega þetta sem var hugsað í fyrirliggjandi fjárfestingaráætlun. Sko, einstaka fjárfestingaráætlun eru ekki teknar til sjálfstæðrar ákvörðunartöku í bæjarstjórn hverju sinni, heldur það leiðarstef sveitarfélagsins í hvað varðar fjárfestingar sem eru þá samþykktar í fjárfestingar og fjárhagsáætlun hverju sinni. Og ég minna á það til dæmis að það var ekki sérstök ákvörðun tekin það nema í fjárhagsáætlun þá fyrir 2025 hvers konar pottar eða hvaða pottar væru nýjir í sundlauginni, parkettið. Þetta er ekki ákvörðun allar sem voru, ef ég man rétt, teknar allar í bæjarstjórninni eða hvaða göngustíga ætti að gera eða hvernig sem það er. Það er bara samþykkt í fjárhagsáætlun og síðan framkvæmt í samræmi við það og í rauninni þetta ekkert öðruvísi en það. Nú var þetta tæknilegar útfærslur á samningnum per se að þá vísaði bara til þess, ef ég man þetta rétt, að aftanskinn sé heimilað að ráðstafa ákveðnu rými til golfklúbbsins og ákvörðunin þá aftanskinns á því að ráðstafa rými til golfklúbbsins og sveitarfélagið hefur þá heimilað aftanskinn að ráðstafa rými til golfklúbbsins í þessu samningi. Þannig að það er eiginlega svo lagalega hliðin á þessu máli. Hver svo sem ábyrgðin liggur náttúrulega bara fyrir í þessum samningi. Það sem líka má ekki gleyma í þessu sambandi að það hefur ekki einungis gengið inn í húsið og það málað. Við hafa sett upp loftræsting í rýmum, loftskiptakerfi og rörablásari og fleiri framkvæmdir sem var framkvæmt í húsnæðinu til að koma því samt ástand og til viðbótar við það var þá þessi aðgerð DISACT sem var til umfjöllun hér fyrir þessu fundi. En þetta er náttúrulega samfélagsverkefni, byggir á samstarfi og samvinnu og þetta er tækifæri til að blása líf í húsið og hugsanlega þetta eins og Haukur Garðarsson bæjarfulltrúi kom inn á áðan,
Hugsanlega þetta mögulega fyrsta skref í lengra ferli og endurbyggingu húsnæðisins, en það þá seinni tíma ákvörðun hvernig það verður þá gert. Og ég minni jafnframt á að þetta tilraunaverkefni líka. Já, takk fyrir þetta Jakob. Og orðið laust. Ragnar Már, bæjarfulltrúi Ylista, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég man ekki hvernig það var orðað í bókun Hálistans en það var svona ég að því að við værum að vega að heiðri fyrirtækisins sem hafi unnið fyrir fjölmörg sveitarfélög og ríkisstofnanir og það þarf ekkert annað en að skoða heimasíðu fyrirtækisins að þá hafa þeir sannarlega gert það meðal annars með því að selja sápur og annað því líkt til að þrífa húsnæðið. En mér langar að spyrja bæjarfulltrúa Hálistans hvort þeir geti bent okkur á verkefni sem að þetta ágæta fyrirtæki hefur unnið fyrir ríkið eða sveitarfélög sem sambærilegt því sem við erum að fást við hér. Að þetta fyrirtæki fari inn og komi húsnæði sem mjög illa farið, það sem mygla í húsnæðinu, tala ekki í burðarvirki og annað. Geta bæjarfulltrúar Hálistans bent okkur á einhver verkefni, sambærileg verkefni annar staðar sem að ríkið eða sveitarfélög hafa látið vinna fyrir sig. Takk. Takk fyrir þetta Ragnar Már. Ég get ekki svarað þessa spurningu. Ég þekki ekki sögu þessa fyrirtækis og get kannski svaraði seinna. En orðið laust undir lið 19. Haukur, bæjarfulltrúi Ylista, gerðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, aðeins að bregðast aftur við athugasemdum bæjarstjóra. Og líka forseta. Hún benti náttúrulega á að eins og kannski rétt að það eru ýmsir sérfræðingar í aftanskinni og ég efast ekki það. Það fólk þar sem búið gott í sínu en ég spyr, einhver sérfræðingur í aftanskinni varðandi myglu í hús? Sem ég finnst að við hefum að fá til að skoða þetta. Og ég ekki að lasta þá, þetta frábært fólk, þetta frábært framtak sem þau fór í. Bæjarstjóri minntist á að þetta hús stæði mörgu nærri og menn vilja fá þetta í gang og það bara frábært á öllu leyti. Kannski annað verkefni, allir hvað mig varðar þá það annað verkefni heldur en þeir fari og fá að gera aðstöðu fyrir sig. Það verður frábært að fá fólki í það. Og svo umræða sem var í gangi að ræða hvað ætti að gera það hús og svo leggja þau fjárhagslega hvað það kostar að koma þessu húsi í lag. Hefði auðvitað átt að kannski liggja fyrir og byrja þeim enda. Og alltaf þegar mann að vinna hús og sérstaklega með tilliti til myglu þá byrja mann yst. Mann gera húsið vatnselt og komi vekk fyrir raka og laga svo þá hlutir sem það þarf að gera. Það ekki eins og víst að það sé hægt með þetta hús þar sem það svo illa farið. Skýrslan var mjög svört. Ég hef heyrt sérfræðinga hér í bæ lýsa öðru. Það verður að taka vegg fyrir vegg og klára það. Og það enda var plan mjög lengi hjá okkur að reyna að taka vegg og tryggja það að þetta væri í lagi. Og það líka mjög gott verkefni og það dýrt verkefni. Menn sá sem þeir að tala það 150-200 milljónir hafa verið nefndar. Þannig að það eitthvað sem vert að skoða. Bæjarstjóri minnst líka á sveitarstjórnarleiðin og með fjárhagsáætlun að þetta kannski verið spurning túlkun. Minntist einmitt á göngustíga, það lægi ekki fyrir hvaða göngustíga þetta gera. Sem mér hefur alltaf fundist vera svolítið galli á fjárhagsáætlunum. Það sé ekki tekið fram hvaða stíga við ætlum að fara í og það eigum að vera nákvæmari þarna en ekki skilja eftir opna bók að mínu mati. Það náttúrulega ég stend þá bara við það sem ég sagði í rauninni ákvörðuna sjálfa að það á ekki að hleypa af stað inn í svona sama þó að menn sé æstir að komast af stað og svona þá eigum við að klára ákvörðuna og það umræða sem hefur getið átt sér stað og til dæmis hvort annað hús myndi henta betur. Við höfum til dæmis nefnt hér áður flugstöðarbygginguna
sem við höfum, hún reyndar á sölu núna, það var alveg hægt að endurskoða það og hafa hann inni. Þetta verkefni sem var unnið til dæmis í Hólmavík, það flugstöðarbygging þar sem að eldri borgarar tóku yfir og gerir mjög flotta félagsaðstöðu. Þannig að það voru fleiri möguleika sem hægt var að ræða í þessu. Það rétt, já, bæjarstjóra, ekki það ég hafi komið inn, en hann hafa sett loftræsting og rörablásari, hann að reyna að gera þetta eins vel og menn geta, en svona blásari mun líklega draga mygluna út úr vegginum og inn í húsið, það líka þannig að það ekki bara loftskipti sjálf að því að myglan þarna. Þannig að þetta svoleiðis. Og svo líka þetta með að þetta sé byrjun á hugsanlega einhverju stærra verkefni, hvort það sé þess virði að fórna 2,5 milljón til að sjá og leggja svo af stað, eða hvort að mann bara að ræða hvað verkefni kostar og leggja það upp og reyna að blása líf í húsið og þetta sé tilraunaverkefni. Og þá var aftur reynda nýja fréttir hjá mér kannski að þetta sé tilraunaverkefni, en aftur byrja að vitlausum enda. Þannig að ég hefði viljað bara að taka það ákvörðun það að við ætlum bara að laga þetta hús og fara alla leið. Nú ég ekki búinn að tala hvað bæjarráð var ánægt með þessa ákvörðun og ég tek aftur fram, ég 1/3 af bæjarráði, þannig að ég ekki ánægður með þetta. En það þýðir að 66,6% af bæjarráði ánægð með þetta. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta, Haukur. Það enn heldur umræðan áfram bara langt út fyrir það sem að liður 19 snýst í sjálfu sér. En þetta það væri gaman að fá einhvern tímann fulltrúa frá aftaskinn að segja hvað þau voru raun og veru búin að gera hann áður en var mælt. Voru þau kannski bara búin að byrja að henda út og opna og skoða hvað það væri. Ég veit ekki hversu mikið voru eins og voru búin. Og golfhermirinn tímabundi, þannig ekki komin þannig til þess að vera. Ég held að það sé alveg ljóst. Golfklúbburinn mun vonandi geta byggt einhver húsnæði yfir golfhermirinn seinna. Ég held að það standi til. En eiga síðust, þetta Ágústlu bæjarráðs. Fleiri sem að vilja taka til máls undir lið 19. Steinunn Ingibjörg. Fundarstjóri, aðrir fundarmeðlimir, mér langar bara aðeins til þess að bregðast við þessu varðandi spurningunum sem kom frá Ragnari. Nei, ég segi eins og Hrafnhildur, ég get ekki nákvæmlega tiltekið nákvæmlega eins dæmi sem að þeir hafa farið í, en ég veit bara að þeir hafa unnið fyrir fjölda fyrirtækja, bæði hjá sveitarfélögum og ríkisstofnunum. Ég veit ekki, ég get bara, þekking mín ekki svo langt að geta útskýrt nákvæmlega hvernig kannanir það voru. Varðandi blásturinn og það sem var sett inn í húsið, loftreysitækið. Ég þekki ekki til þess, Haukur Garðarsson fulltrúi talar að hugsanlega blási það myglunni þá inn í húsið aftur. Ég veit ekki, ég trúi því ekki að menn sé að selja svoleiðis hluti sem að koma vandamálinu ekki frá heldur auka á vandamálið. Og ef að það raunin, að þá vil ég benda á það að inn í húsinu núna eftir þessar síðustu framkvæmdir eru 2 loftgæðamælar sem eru virkir alltaf og beintengdir við síma starfsmanns bæjarins sem að þá getur stokkið til leið ef að kemur eitthvað út úr þeim mælingum að þá náttúrulega verður þessu lokað. Og ég vil líka benda á það eins og bæjarstjóri kom inn á áðan að þetta tilraunaverkefni. Ég fagna frumkvæðinu. Ég get alveg tekið undir það að þetta hefði mátt fara hægar af stað. En spenningurinn var mikill og tilfinningarnar voru miklar. Og eins og hefur komið fram líka í fyrri ræðum að þá þarna fólk að ræða sem ber mikla virðingu og mikla tilfinningar til þessa hús og langar virkilega til þess að koma því í góða notkun. Þannig að úr því sem komið að þá vil ég sjá ljósið í þessu og harma það hvert umræðan að leiða og ég mun greiða atkvæði með bókun bæjarráðs og Haukur, þó þú sért bara 1 af 3 í bæjarráði,
þá vil ég nú meina að sé alveg hlusta á þig. Og ég vil ekki taka því sem svo að við hinn 2 eða 2 sem þar sittum á móti þér séum eintómar frekjur. En það vissulega gott að ræða svona mál og við þurfum að gera það og við þurfum að þora að gera það. Ég ætla að þora að standa og segja kannski floppar þetta, kannski gengur þetta ekki upp. Þá bara þurfum við að horfast í augu við þá staðreynd. En eins og verkið stendur í dag, þá vil ég sjá það halda áfram. Takk. Já, ég ætla ekki að ræða hér skapsmuni mína, hvort ég sé frekja eða ekki frekja. Já, það að koma að bregðast við, frekinni. Gerðu svo vel, Haukur. Ég tók punkta með að tala, Steina. Ég skrifaði efst 2 frekjur. Það var ekki það sem ég var að halda fram og það væri ekki hlusta á mig. Þið verðum alltaf að taka ykkar ákvörðun út úr ykkar sannfæringu. Eftir sem áður bókað að bæjarráð sé ánægð með þetta og ég augljóslega ekki ánægð með framkvæmdina. Ég vildi aðeins fá að leiðrétta bara þannig að það sé skilið eins og ég hugsaði það. Ég myndi ekki að blása, það myndi dæla loftinu aftur inn. Þeir eru að dæla út úr rýminu. Það getur dregið myglu sem inn í veggjunum, út úr veggjunum, inn í rýmið. Þannig að það ekki að mynda sog. Það var það sem ég meinti. Og það sé bara rétt skilið eins og ég veit ekki hvernig kom því út til mér. Mér er greinlega svo mikið niður fyrir að ég er ekki, kannski að rambla eins og ég er að gera akkurat núna. En það var það sem ég átti við. Já, forseti bæjarstjórnar minntist á að það verður gaman að fá að vita hvað aftaskinn hefði gert þegar voru byrjuð á þessu sko. Það náttúrulega eitthvað bara upplýsingar sem liggja ekki fyrir og það líka verið mjög gott að hafa upplýsingar á það var lagt af stað, hvað ætti að gera þarna og svona. Hvernig var unnið, en það náttúrulega líka kemur að því að þetta er gert allt saman áður en ákvörðun er tekin og bara við erum stað og gott að vera að fólk sé virkilega til í þetta. Og svo sagði forseti bæjarstjórnar líka að gólfferminn væri þarna inn í tímabundið og það er það sem ég hef áhyggjur að þetta veri allt tímabundið en Steini kom svo sem inn á það að hún vildi frekar taka tilraunina og þá bara þetta myndi mistakast og þá sitja mér uppi með það. Það er náttúrulega líka spurning hvað veldur því að svona verkefni myndi mistakast og versta tilfellið það er ekki gott og ég vona einilega að það kom ekki til þess að einhver veikist þarna. Þannig að ætla ég að láta þessu lokið nema ég þurfa að bregðast við fleiri fyrirspurnum til mín eða einhverju sem ég finnst að þurfa að leiðrétta. Takk. Takk fyrir þetta, Haukur. Það ef við hugsum þetta mál eins og sem að gekk svolítið hratt fyrir sig, það er alveg hefur komið fram, bara fólki var svo mikið niður fyrir að fá að gera eitthvað. Hugsa ykkur hvað margir í þessum hóp sem að kannski dansuðu fyrsta dansinn á sambandi sem að hefur svo staðið alla ævi. Þetta var jú samkomús Hólmara í gamla daga. En orðið er laust undir lið 19. Kristján, gerðu svo vel. Frú forseti og ágæta bæjarstjórn. Ég ætla svo sem bara að fara í skýrsluna sjálfa og hvað heitir þetta? Þokun, aðferðina sem var beitt hana. Því að bara það að skoðað upplýsingar frá bara verkaðilum sem að sinna svona, þá er þetta alltaf auglýst sem bara, mjög góð aðferð til þess að hreinsa loftið, alveg klárt í því. En það er alltaf tekið fram að, bara ef ég lesi hana beint af það sem ég held sig gamla heimasíðan hjá þið sagt, þó að mikilvægt er að hafa í huga að langtímalausnin felst alltaf í því að finna og laga rakavandann sem veldur myglunni.
bara, þessi aðferð er notuð til þess að hreinsa loftið eftir viðgerðir. Hún er ekki notuð sem langtímalausn og mér finnst vera að selja okkur, mér finnst eins og hér sé talað þetta sem langtímalausn. Takk. Takk Kristján, bæjarfulltrúi Ylista. Þetta er vissulega rétt hjá þér. Það er þá að vinna á rakavandanum þegar hann er komið ljós að verða þarna. Það er það sem þetta fólk allar örugglega að gera. En fleiri sem að vilja tjá sig undir lið 19. Samkomuhúsið okkar. Minni á að þetta sem sagt liður 19 snýst það að það voru lagðar fram, svona við rifjum upp hvar við byrjum. Þetta átti ekki að fjalla annað en niðurstöðu bæjarráðs, en þetta er náttúrulega þannig mál að það er svo illmögulegt að vera að stoppa þessu umræðu. En bæjarráð lýsti á 42. fundi sínum ánægju yfir jákvæða niðurstöðum og fól bæjarstjóra að senda niðurstöðum til aftarskins. Og Haukur vissulega benti á að það bara verið 66,6% sem hefðu lýst yfir þessum ánægju með niðurstöður, en getum við ekki samt verið glöð með að niðurstöðuna bentu til þess að verða að gera eitthvað við þetta hús. En það skulum ganga til atkvæðagreiðslu. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Hverjir eru á móti? Þetta er samþykkt með 4 atkvæðum fulltrúa Hálistans og fulltrúa Ylistans, 3 greiða atkvæða á móti. Sem er svolítið skrítið. Segið aftur. Jú, er skrítið. En liður 20, bæjarstjórn unga fólksins. Á 9. fundi ungmennaráðs fór fram umræða bæjarstjórn unga fólksins. Ungmennaráð lagði til við bæjarstjórn að næsti bæjarstjórnarfundur unga fólksins færi fram 7. maí 2026. Bæjarráð samþykkti á 40. fundi sínum að bæjarstjórnarfundur unga fólksins verði haldinn en óskar eftir annarri tillögu að fundartíma sem fellur betur að fyrirliggjandi á fundaráætlun bæjarráðs og bæjarstjórnar. Og ungmennaráð lagði til á 10. fundi sínum að bæjarstjórnarfundur unga fólksins verði haldinn 9. apríl 2026. Og bæjarráð samþykkti þetta á 42. fundi sínum og vísa málum til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 20. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hverju er samþykkið því? Það er samþykkt samhljóða. Getum látið okkur hlakka til bæjarstjórnarfundar unga fólksins. Það var skemmtilegur eða minni eftir hún síðan fyrra. Lið 21, skipnúmer 1844, forkaupsréttur sveitarfélagsins. Hér er lögð fram yfirlýsing að nýta ekki forkaupsrétt sveitarfélagsins á skipi númer 1844, orðið laust undir lið 21. Enginn vill stofna hennar bæjarútgerð. Enginn hversu ljós. Bæjarstjórn samþykkir að falla frá forkaupsrétti. Hverju er samþykkið því? Og það er samþykkt samhljóða. Og þá komið að síðasta lið á þessum fundi, liður 22, minnispunktar bæjarstjóra. Gerðu svo vel, Jakob Björgvin. Forseti, ég gera grein fyrir minnispunktum mínum fyrir marsmánuð 2026. Og fyrst þá þetta að íbúafundur í tengslu við birtingu verkefnalýsingar fyrir mótun nýs agaskipulags fór fram þann 12. mars síðastliðinn í félagsheimilu Skildi. Fundurinn var mjög vel sóttur og voru umræður líflegar, gagnlegar og fróðlegar.
og ég vil hér frá sveitarfélagsins þakka þátttakendur kærlega fyrir þeirra framlag á fundinum. Nú, sveitarfélagið hefur samið við Alta sem að leiða þetta verkefni ásamt skipulagsfulltrúa og sérstaklega starfshópi sem hefur skipaður. En Alta tók sama punkta af fundinum og þá má nálgast á vefsíðu sveitarfélagsins og síðan sérstök síða sem að hefur verið stofnuð verkefnið sem að jafnframt hægt að finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Nú, ég vil líka þessu tilfellum minna á vefkönnun til íbúa, annars vegar íbúa og hins vegar landeigenda, ábúenda, en svarfestur þessar íbúakönnunar, vefkönnunar til og með 7. apríl og hér með allir hvattir til að taka þátt í þeirri könnun. Bæjarstjórn Stykkishólms skipaði á 24. fundi sínum starfshóp mótun stefnu sveitarfélagsins í íþróttamálum. Hlutverk hópsins var meðal annars að móta framtíðarsýn fjölbreytt íþrótta- og tómstundastarf fyrir íbúa öllum aldri, bæði innan og utandyra. Þá var starfshópnum falið að leggja fram tillögur að uppbyggingu íþróttatengdra mannvirkja í sveitarfélaginu þar sem hort væri til þá staðsetningar, hlutverksmannvirkja, forgangsröðunarverkefna, tímasetningar og kostnaðarmats. Nú, í vinnu starfshópsins var svo verkefnið aðeins strengra heldur en lýst var í erindisbréfi og starfshópurinn afmarkaði sig við uppbyggingu íþróttamannvirkja og ákveðna framtíðarsýn sem tengist á uppbyggingu íþróttamannvirkja. Í tengslum við þessa vinnu var haldinn stuttur umræðu og kynningafundur fyrirliggjandi hugmyndir í tengslum við vinnu starfshópsins og var hann haldinn fyrir íbúa sveitarfélagsins mánudaginn 16. mars síðastliðinn og var hann haldinn á Höfðaborg. Á fundinum fór fram mjög gagnlegar og góður umræður, vel mætt líka á þennan fund og margar góðar ábendingar sem nýtast starfshópnum væntanlega í áframhaldandi vinnu við þessa mótunum framtíðarstefnumörkun uppbyggingu íþróttamannvirkja. En á sjálfsögðu líka undir í þessum máli aðrir önnur íþróttamannvirkja heldur sýnd á þessari mynd hér og tengjast á íþróttastarfsemi sem ekki á þessu svæði. Júlíana hátíð sögu og bóka var haldin í 13. sinn dagana 19. til 21. mars síðastliðinn. Hátíðin var fyrst sett á laggirnar árið 2013 og hefur síðan fest í sessi sem mikilvægur þáttur í lista- og menningarlífi Hólmara og Helgvellinga. Í ár var sérstök ástæða til að fagna þar sem verk Júlíu Jónsdóttur sem hátíðin dregur nafn sitt af á merkisamali eða merkisáfanga. Nú bókin Stúlka kom út árið 1876 eða fyrir 150 árum og árið 1916 fluttist hún til Vesturheims og þá kom út bókin Hagaðlagðar í Winnipeg í Kanada, það var fyrir 110 árum síðan. Í tilefni þessar tímamóta fékk Greta Sigurðardóttir Bjargardóttir, stofnandi Júlíuhátíðar, forlagið til að gefa út ljóðasafn Júlíu í einu bindi og venju samkvæmt voru íbúar sveitarfélagsins heiðraðir fyrir framlag sitt til menningarmála en í ár voru það Jósef Blöndal og Anna Melsteð sem voru heiðruð á loka hátíðarinnar í Stykkishólms kirkju og fyrir hönd bæjarstjórnar vil ég óska Jósef og Önnu innilega til hamingju með þessa viðurkenningu. Nú sveitarfélagi Stykkishólmur og Aftanskinn félag eldri borgara í Stykkishólmi undirrituðu mánudaginn 2. mars 2026 samningum afnót samkomuhússins við Aðalgötu 6 eins og var fjallað hér fyrr á þessu fundi. Bæjarstjórn samþykkti samninginn á þessum 45. fundi sínum 5. 27. febrúar og í afgreiðslu bæjarstjórnar kveðið á að óháð og fagleg úttekt færi fram áður en starfsemi hefst og að staðfest verði að loftgæði séu ekki heilsubindandi ásamt reglulegri eftirfylgni eins og kom fram hér fyrir á fundinum. Þá fóru loftmælingar fram í húsnæðinu 12. mars síðastliðinn og sýna að loftgæði séu góð og innan eðlilegra marka. Söngvakeppni Samvest 2026 fór fram hér í Stykkishólmi eða undankeppni Vesturlands fyrir söngvakeppni Samfés
og hún fór fram í Íþróttamiðstöð Stykkishólms 5. mars síðastliðinn. Keppnin er haldin fyrir félagsmiðstöðvar á Vesturlandi og Vestfjörðum í ár hvert og skiptast félagsmiðstöðvar á að halda viðburðinn. Félagsmiðstöðin Exið sá undirbúning keppninnar í ár og tókst vel til. Að söngkeppni í lokinni fór fram glæsilegt ball þar sem DJ Saki og partívélin héldu upp í stuðinu. Og þeir sem hafa fylgst með þeim á Instagram þá þar afar líflegt myndband sem náðist af viðburðinum hér og það má sjá glögglega að það skemmtu sér allir konunglega á þessum dansleik. Hvet alla til þess að fylgjast með því, eða kíkja á það. Kíkja þá klippu. Nú á lokum þá auglýsti sveitarfélagið eftir kraftmiklu sumarstarfsfólki á dögunum sem hefur þá áhuga á að starfa í skemmtilegu og fallegu umhverfi í veðurseldinni hérna í sveitarfélaginu. Áhugasamum bent á að kynna sér störfin á heimasíðu sveitarfélagsins stykkishólmur.is en leitað meðal annars eftir flokkstjórum í vinnuskóla, starfsmönnum í samfélagsflokk og sláttugengi og aðstoð við vinnuskóla og sumarnámskeið. En að þessu sögðu líki hér yfirferðin minni yfir minnispunkta mína fyrir marsmánuð 2026. Takk fyrir þessa fínu minnispunkta, Jakob, og orðið lust undir þessum lið minnispunktar bæjarstjóra. Enginn kveður sér hljóðs. Þá slít ég fundi, þakka góða fundarsettu og kröftugar samræður málefni dagsins og slít fundi klukkan 17:30.